bæjarstjóri, formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs, heiðursfélagar IBA, fulltrúi ISÍ og góðir gestir. Við erum öll hjartanlega velkomin hingað í Menningarhúsi Hof. Íþróttalífið á Akureyri er alveg einstaklega líflegt miðað við mannfjölda. Aðildarfélög IBA eru alls 20 talsins og íþróttagreinar sem stundar á þeirra vegum eru hátt í 50. Í dag heiðrum við það íþróttafólk sem skaraði fram úr á árinu 2025. Alls tilnefndu aðildarfélög IBA 46 íþróttamenn úr sínum röðum, 20 íþróttakonur og 26 íþróttakarla. Úr þeim tilnefningum var svo kosið á milli 10 karla og 10 kvenna sem stjórn Afrekssjóðs hafði stillt upp. Ef horft yfir þennan topp 10 lista, þá sjáum við fjölbreytnina kristallast. Það golf, handbolti, lyftingar, körfubolti, hjólreiðar, knattspyrna, blak, frjálsar íþróttir, listhlaup á skautum, gönguskíði, íshokkí og fimleikar. Og þetta aðeins nokkrar af þeim íþróttagreinum sem boðið upp á hér í bænum. Mér langar að nota tækifærið og þakka Akureyrarbæ fyrir að styðja myndarlega við íþróttastarfið í bænum okkar með uppbyggingu íþróttamannvirkja og umgjörð sem þau geta verið mjög stolt af. Nýlega var lagt fram minnisblað í bæjarráði varðandi fyrirhugaða uppbyggingu íþróttahúss og félagsaðstöðu á félagssvæði Þórs og hefur sviðsstjóra skipulagssviðs verið falið að undirbúa þá breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Því hillir loks undir að íþróttahús muni rísa á Þórssvæðinu áður en langt líður. Verkefni mun vissulega taka einhver ár, en orð eru til alls fyrst og fyrir hönd IBA óska ég Þórsurum til hamingju með árangurinn af góðri undirbúningsvinnu. Á eftir fáum við öll þau sem eru á topp 10 í karla- og kvennaflokki og veitum þeim viðurkenningu fyrir að vera tilnefnd áður en úrslit verða tilkynnt. Verðlaunin eru vegleg að venju. 5 efstu einstaklingunum af hvoru kyni gert hátt undir höfði með ýmsum gjöfum auk peningaverðlauna. Þau sem verða í 4. og 5. sæti fá 200.000 krónur hver, 3. sæti 250.000 krónur, 2. sæti 350.000 krónur og íþróttakarl og íþróttakona Akureyrar fá svo 500.000 krónur hvort frá Afrekssjóði. Það því til mikils að vinna þó nafnbótin og heiðurinn sé að sjálfsögðu það sem allt snýst um. Einnig veitum við styrki til afreksíþróttaefna en þar að ræða 150.000 krónur styrk til 14 einstaklinga en metfjöldi umsókna barst í sjóðinn þetta árið og greinilegt að gróskan mikil í unglega starfi félaganna okkar. Íþróttafólk ársins 2024 voru þau Alex Kambri Orrason, kraftlyftingamaður hjá KA og Sandra María Jessen, knattspyrnukona hjá Þór KA. Þau eru bæði tilnefnd hér í dag og því spennandi að sjá hvort þau verja sína titla eða við fáum nýtt fólk í efstu sætin. Ég vil nota tækifæri og þakka forystufólki og sjálfboðaliðum íþróttafélaga og íþróttahreyfingarinnar hér á Akureyri fyrir ánægjulegt samstarf og þakka þeirra mikilvæga framlag til íþróttastarfsins. Þá vil ég einnig þakka þjálfurum íþróttafólksins fyrir þeirra framlag sem og aðstandendum sem oftast eru mikilvægustu bakhjarlar afreksfólksins okkar. Að lokum vil ég þakka undirbúningsnefnd Íþróttamanns Akureyrar kærlega fyrir þeirra góðu störf. Ekki síst henni Helgu Björgu, framkvæmdastjóra IBA sem ber hitann og þungan af undirbúningi hátíðarinnar. Þetta er glæsilegt eins og við sjáum öll. Einnig vil ég þakka styrktaraðilum okkar. Fyrir hönd IBA óska ég þeim sem heiðru verða hér í dag innilega til hamingju. Takk fyrir ykkar framlag til íþrótta á Akureyri. Að því sögðu vil ég biðja hann Ingva Má Gíslason að taka að sér stjórnartauminn og segja hátíðina setta. Gleðileg hátíð. Kæru gestir, gleðilega hátíð. Það sem fyrir sannur heiður að fá það hlutverk að leiða ykkur í gegnum þessa glæsilegu uppskýruhátíð íþróttafólks á Akureyri. Við erum með hefðbundna dagskrá í dag þar sem íþróttafólki okkar verða aðalleikararnir og við hin í nokkurs konar gestahlutverkum. Viðburður sem þessi, hann er ekki hristir fram úr erminni eins og Jóna kom inn á. Það þarf mikinn og góðan undirbúning og sem fyrr er í fararbroddi þau Birna Bald, Helga Björg, Ellert Örn, Jóna sjálf og Þóra Pétursdóttir og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir þeirra óeigingjarna framlag og ég held að þetta nú bara klappa fyrir þeim strax.
Nú þá er ekkert að vanbúnaði að ganga til dagskrár og ég gef formanni fræðslu- og lýðheilsuráðs orðið, Heimir Örn Árnason, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, kæru gestir, íþróttafólk og heiðursgestir og aðrir gestir hér inni. Það er mikill heiður fyrir hönd fræðslu- og lýðheilsuráðs Akureyrarbæjar að ávarpa ykkur hér í dag og taka þátt í að heiðra íþróttamann og íþróttakonu Akureyrarbæjar. Árangur í íþróttum, hann er aldrei til að tilviljun. Hann byggist á hugafæri sem einkennist af metnaði, sjálfsaga og trú á eigin getu og þá sérstaklega þar á móti blæs. Hann byggist á markvissri þjálfun þar sem ótal klukkustundir fara að fínpússa smáatriði. Hann byggist rosalega mikið á góðu mataræði þar sem líkaminn fær það eldsneyti sem hann þarf til að standa undir kröfum afreksins. Hann byggist ekki síst á fórnfýsi og þeim fórnum sem íþróttafólk og fjölskyldur þeirra færa, oft fjarri sviðsljósinu. Við vitum á baku hvern árangur stendur sterkt bakland. Það eru þjálfarar, félagar, foreldrar og félög sem skapa umhverfi þar sem hæfileikar fá að blómstra. Þar hefur Akureyrarbær sýnt að hér er unnið markvisst að uppbyggingu íþróttamála og það er svo sannarlega metnaðarfull framtíðarsýn í þeim efnum. Fjárfest hefur verið í aðstöðu, þekkingu í öflugu samstarfi við skóla og íþróttafélög og afreksstyrkir IBA eru til dæmis fjárhagslegir styrkir sem veittir eru ungu afreksfólki, íþróttamönnum og konum og einstaklingum sem keppa á hæsta lands- og alþjóðastigi. Markmiðið með þessum afreksstyrkjum er að létta kostnað vegna afreksstarfa og styðja við áframhaldandi þróun afreksfólks hér í bæ. Ég tók á mig nýtt verkefni í fyrra og er nýr í framkvæmdastjórn ISÍ. En þar er nýbúið að innleiða afrekssjóð ISÍ sem gegnir því lykilhlutverki að styðja íþróttafólk á leið sinni til afreka. Slíkur stuðningur skiptir sköpum fyrir þá sem að leggja allt í sölunar og stefna hátt. Hann sýnir að samfélagið stendur með sínu afreksfólki. Með þessum afrekssjóði eru enn meiri líkur á því að ungir íþróttamenn geti náð lengra í sinni íþrótt hér á Íslandi og vonandi náð jafnvel alla leið. Það er greinilega vitundarvakning í þessum efnum á Íslandi en það er alltaf hægt að gera betur. En íþróttir snúast ekki aðeins verðlaun og titla, það eru svo sannarlega mikilvægasta lýðheilsumál okkar hérna á Akureyri. Við sjáum daglega hvernig íþróttir stuðla betri líðan, sterkri sjálfsmynd, heilbrigðara samfélagi. Þær kenna börnunum okkar og ungmennum samvinnu, seiglu, virðingu og gildi sem nýtast langt fyrir utan íþróttavelli. Þannig að íþróttamaður hér í dag, íþróttamaður Akureyrar, er því ekki aðeins fyrirmynd vegna árangurs síns, heldur einnig vegna þess að þau eru með frábært hugafar, vinnusemi, þar sem að hún eða hann stendur fyrir. Það er sú fyrirmynd sem hvetur næstu kynslóð til að leggja sér fram og trúa á sjálfa sig og stefna hátt. Að lokum vil ég óska íþróttamanni Akureyrar, íþróttamanni og íþróttakonu til hamingju og þakka ykkur öllum fyrir að vera okkur mikil innblástur hér í dag. Jafnframt vil ég þakka öllu því fólki sem vinnur því óeigingjarna starfi í þágu íþrótta hér í bæ og því saman byggjum við upp sterka framtíð fyrir íþróttabæinn Akureyri. Takk fyrir. Jæja, þá er komið að því að veita viðurkenningar vegna Íslandsmeistara 2025. Nú samtals urðu 310 íþróttakona og íþróttakarl frá 13 aðildarfélögum IBA Íslandsmeistarar árið 2025. Og þá áttu 11 aðildarfélög IBA 159 landsliðsmenn á liðinu ári. Nú það eru þeir Ellert Örn og Heimir Örn sem sjá að afhenda viðurkenningarnar. Og sem fyrr þá bið ég forsvarsmenn íþróttafélagana að ganga hér upp og taka á móti viðurkenningum leið og þau eru lesin upp. Þið klárir? Nú bílaklúbbur Akureyrar
18 Íslandsmeistarar og 1 landsliðsmaður. Golfklúbbur Akureyrar, 5 Íslandsmeistarar og 6 landsliðsmenn. Akkurat, ekki alveg ljós hverjir ætla að koma. Hjólreiðafélag Akureyrar, 15 Íslandsmeistarar og 4 landsliðsmenn. Íþróttafélagið Akur, 10 Íslandsmeistarar og 15 landsliðsmenn. Íþróttafélagið Þór, 49 Íslandsmeistarar og 26 landsliðsmenn. Ég sé svo illa, þetta er ekki örugglega nógi. Það er ljósin hérna beint í augun. Knattspyrnufélag Akureyrar, 74 Íslandsmeistarar og 26 landsliðsmenn. Og undir þessi 2 félög, Íþróttafélagið Þór og Knattspyrnufélag Akureyrar, eru einnig Þór Káa með 8 landsliðsmenn og Káa Þór með 9 Íslandsmeistara og 3 landsliðsmenn. Karatefélag Akureyrar, 1 Íslandsmeistari. KKA Aksturs íþróttafélag, 4 Íslandsmeistarar. Skautafélag Akureyrar, 81 Íslandsmeistari og 50 landsliðsmenn. Skíðafélag Akureyrar, 3 Íslandsmeistarar og 3 landsliðsmenn. Skotfélag Akureyrar, 4 Íslandsmeistarar og 1 landsliðsmaður. Sundfélagið Óðinn, 2 Íslandsmeistarar og 4 landsliðsmenn. Og síðast en ekki síst, Ungmennafélag Akureyrar, 35 Íslandsmeistarar og 12 landsliðsmenn. Þetta er sannarlega glæsilegt. Og ef ég man rétt að þá voru rúmlega 130 landsliðsmenn í fyrra, þannig að þetta er aukning og það er vel og glæsilegt. Við höldum áfram og Heimir og Ellert verða hér á sviðinu áfram því það er komið að því að tilkynna hverjir hljóta heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs. Og við hefjum leikinn. Heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Jórunn Eydís Jóhannesdóttir, Íþróttafélaginu Þór. Jórunn Eydís Jóhannesdóttir er fædd á Akureyri þann 4. janúar 1970. Jórunn stundaði knattspyrnu með Þór frá barnsaldri og upp í meistaraflokk, fyrst með Þór og síðar IBA. Eftir að knattspyrnuferlinu lauk hefur Jórunn lagt sitt að mörkum fyrir félagið í gegnum sjálfboðaliðastarf. Sem, þú mátt koma upp undir lesturinn, það er miklu skemmtilegra. Sem félagsmaður og sjálfboðaliði Þórs hefur Jórunn verið afkastamikil í unglinga- og foreldraráðum deildafélagsins, auk þess að hafa verið öflug í áraraðir í starfi kvennaknattspyrnuliðs Þór Káa, meðal annars í stjórn Þórs Káa. Jórunn hefur setið í aðalstjórn Þórs frá apríl 2025.
Jórunn lykil sjálfboðaliði í ýmsum viðburðum á vegum Þórs og meðal annars skilar af sér ómetanlegu framlagi í tengslu við herrakvöld Þórs og pólamót Þórs í fótbolta og körfubolta. Jórunn félagsmaður og sjálfboðaliði sem gengur í öll verk og störf sem falla til og þarf að tækla til að til dæmis umgjörð og viðburðir fari fram eins og til ætlast. Í orði og verki Jórunn mjög drífandi og hvetjandi fyrir aðra þá sem vilja leggja sitt af mörkum fyrir félagið. Jórunn hefur hlotið silfur- og gullmerkið Þórs fyrir sjálfboðaliða vinnu sína fyrir félagið. Gefum henni gott klapp og til hamingju. Heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Magnús Sigurður Sigurólafsson, knattspyrnufélagi Akureyrar. Magnús Sigurður Sigurólafsson fæddur á Akureyri 18. desember 1964. Maggi Siguróla, eins og hann nú oftast kallaður, hefur alla tíð verið í KA. Fyrst sem iðkandi og leikmaður, en Magnús sá fljótlega að kröftum hans væri betur varið að aðstoða sitt ástkæra félag við hinn ýmsu störf. Tek það fram að ég skrifaði þetta ekki, Magnús. Magnús var lengi formaður barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar KA og í þá daga var það meðal annars hlutverk formanns að rukka æfingagjöld, raða niður æfingatöflum, halda foreldrafundi, skipuleggja keppnisferðir, ráða þjálfara, kaupa bolta og vesti. Samhliða því að vera formaður unglingaráðs til fjölda ára satt Magnús í mótstjórn N1 mótsins og stýrði því móti í 20 ára ásamt öðru góðu fólki. Magnús hefur gegnt fjölda annarra trúnaðarstarfa fyrir KA, til dæmis setið í mörg ár í stjórn knattspyrnudeildar og stjórn Jakobssjóðs félagsins. Á síðari árum hefur sjálfboðaliðastarf Magnúsar færst yfir í það að gera það sem félagið biður honum að gera eða gera það sem að þarf að gera, svo sem dómgæsla, félagsstarf og eða mála veggi. Svo fer varla fram sá handboltaleikur hjá meistaraflokkum KA þar sem að sjálfboðaliðinn Magnús ekki á klukkunni. Fyrir störf sín fyrir KA hefur Maggi Siguróla hlotið gullmerki félagsins. Heiðursviðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Pétur Birgisson frá KKA Aksturs íþróttafélagi. Pétur Birgisson fæddur á Akureyri þann 18. september 1976. Pétur félagi í KKA Aksturs íþróttafélagi Akureyrar sem fagnar 30 ára afmæli í sumar. Fáir hafa lagt eins mikið til hins fjölbreytta starfs innan KKA eins og Pétur, sem hefur í áratugi verið félaginu ómetanlegur. Pétur hefur lagt ómetanlegan tíma og vinnu í uppbyggingu keppnisbrautarinnar á félagsvæði KKA og drifkrafturinn á bak við hönnun, mótun og viðhalds hennar frá grunni. Pétur hefur einnig komið að skipulagningu fjölmargra viðburða og móta á vegum félagsins, tryggt utanumhald sjálfboðaliða og skapað einstakan anda innan félagsins. Með óþreytandi elju og ástríðu fyrir íþróttinni hefur Pétur átt stóran þátt í að hvetja unga iðkendur áfram og styrkja félagsandann. KKA hefur verið leiðandi í sínum íþróttagreinum á Íslandi frá stofnun félagsins og hlutverk Péturs stór þáttur í þeirri velgengni. Heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Rúnar Steingrímsson frá íþróttafélaginu Þór. Rúnar Steingrímsson fæddur á Akureyri þann 8. mars 1961. Rúnar stundaði bæði knattspyrnu og handknattleik á sínum yngri árum og fór alla leið upp í meistaraflokk Þórs í báðum greinum. Eftir að meistaraflokksferilinn sem var styttri en stóð til vegna meiðsla hófu Rúnar farsælan feril sem knattspyrnudómari og var sem slíkur langt skeið í fremstu röð á Íslandi. Rúnar öflugur sjálfboðaliði innan félagsins og þá sérstaklega fyrir knattspyrnu og körfuknattleiksdeildir félagsins þar sem hann hefur meðal annars í áraraðir verið hluti af hóp sem keyrir körfubolta og knattspyrnulið Þórs í útileiki. Rúnar hefur ávallt verið dugmikill í félagsmálum Þórs og yfirleitt fyrstur til að mæta í ýmis
vinnuverkefni innan félagsins. Með framlagi sínu Rúnar fyrirmynd annarra sjálfboðaliðafélagsins og hvatning fyrir þá sem vilja leggja sitt af mörkum fyrir félagið, þannig hann ómetanlegur fyrir sitt félag. Rúnar hefur hlotið silfurmerki KSÍ, silfur- og gullmerki Þórs og var kjörinn heiðursfélagi í Þór á 110 ára afmæli Þórs þann 7. janúar síðastliðinn. Og það Elva Rán Rúnarsdóttir, dóttir hans, sem sækir hér viðurkenningu því að Rúnar í sólinni á Tenerife. Gefum þeim báðum gott klapp og til hamingju. Heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Stefán Jóhannsson frá Knattspyrnufélagi Akureyrar. Stefán Jóhannsson fæddur á Egilsstöðum þann 11. nóvember 1955. Stefán hefur frá unga aldri verið viðloðinn félagi, fyrst sem leikmaður í handbolta frá yngri flokkum upp í meistaraflokk og svo undanfarna áratugi verið sjálfboðaliði í starfi KA. Stefán hefur verið ómissandi hluti í sjálfboðaliðastarfi félagsins og ávallt klár að leggja sitt á vogarskálarnar og gott betur en það. Stefán hefur meðal annars leitast við að koma umgjörð félagsins í efstu hillu og gera starfi eins sýnilegt og hægt Þá skipar hann lykilhlutverk í metnaðarfullum KA TV útsendingu félagsins sem hefur undanfarinn áratug sent út ótrúlegt magn af útsendingum frá fjölbreyttu starfi KA, jafnt frá íþróttum barna og meistaraflokka. Stefán hefur einnig unnið mikið starfi í kringum til dæmis mótakerfi félagsins, gagnagrunna fyrir heimasíðu félagsins, mótaklukkur fyrir yngri flokka mót, textalýsingakerfi frá leikjum KA. Stuðningsmaðurinn Stefán mætir á alla heimaleiki félagsins í handbolta og fótbolta og blaki hjá bæði karla- og kvennaliðum félagsins. Stefán satt í stjórn Akureyri handboltafélags árin 2006 til 2017, auk þess að vinna að kynningarmálum félagsins og umgerð á heimaleikjum. Stefán hefur hlotið gullmerki KA fyrir sjálfboðaliðavinnu sína fyrir félagið. Til hamingju. Heiðursviðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Tómas Leifsson frá Skíðafélagi Akureyrar. Kemur hann nánast hlaupandi. Tómas Leifsson fæddur á Akureyri þann 20. janúar 1956. Tómas, eða Tommi Leifs eins og hann oft kallaður, hóf ungur að áður að stunda skíðaíþróttina og snemma kom í ljós hversu megnugur hann var í alpagreinum og skíðum. Fljótlega var Tómas einn af fremstu keppendum skíðaráðs Akureyrar sem var forveri Skíðafélags Akureyrar. Í alpagreinum þar sem hann vann ófáa titlana á árunum 1973 til 1980. Tómas var lykilmaður í uppgangi skíðaíþróttarinnar á Akureyri á þessum tíma og keppti meðal annars í alpagreinum á Ólympíuleikunum í Innsbruck árið 1976. Þegar keppnisferlinu lauk, beindi Tómas kröftum sínum að sjálfboðaliðastarfi fyrir skíðaíþróttina og Skíðafélag Akureyrar. Tómas tók virkan þátt í uppbyggingu Skíðafélags Akureyrar og hefur hann verið einn af burðarásum í starfi félagsins frá upphafi. Tómas þekktur fyrir óeigingjarnt starf og ómetanlega þátttöku í mörgum og fjölbreyttum verkefnum fyrir skíðafélagið, meðal annars í tengslum við allt mótahald félagsins síðastliðna áratugi. Auk þess hefur Tómas komið að Andrésar andaleikunum með einum með öðrum hætti í 50 ár og setið í fjölmörg ár í stjórn minningarsjóðs Jónasar Sigurðssonar sem styrkir ungt og efnilegt skíðafólk. Innilega til hamingju og þið öll. Nú þeir félagar verða hér hjá mér áfram því að nú ætlum við að færa okkur yfir í styrkveitingar til afreksefna. Það stór og flottur hópur sem hlýtur styrkveitingar að þessu sinni. Þetta eru 14 einstaklingar sem hljóta styrki en mikill fjöldi umsókna barst í sjóðinn þetta árið og við gerum þetta eins og hér áðan. Ég bið ykkur að koma bara hér upp og taka móti viðurkenningum frá þeim Heimi og Ellert þegar ég les upp nöfnin. Nú afrekssjóðir eins og fram hefur komið styrkir ungmenni sem talin eru með markvissri þjálfun geta skipað sér á bekk með þeim bestu á landsvísu og styrkur hvers og eins 150.000 krónur. Nú og þá byrjum við. Fyrstu til leiks Aron Gunnar Ingason, Íshockey Skautafélag Akureyrar.
Aron Gunnar er ungur og efnilegur íshokkímaður, auk þess að spila með meistaraflokki karla hjá SA, spilar hann með U18 og U22 ára landslið Íslands og hefur á þessu ári bæði keppt í Serbíu og Mexíkó með landsliðunum. Aron er duglegur og samviskusamur íþróttamaður sem mætir vel og leggur stund á íþrótt sína að kappi. Hann hefur vilja til að vera stöðugt að bæta sig og taka framförum og er til fyrirmyndar í framkomu innan vallar sem utan. Til hamingju. Þá er það Ágúst Leó Sigurfinnsson, BLAK KA. Ágúst Leó er virkilega góður íþróttamaður og framúrskarandi á sínum aldri. Hann er orðinn lykilleikmaður í meistaraflokki KA, aðeins 16 ára gamall, en liður einmitt ríkjandi Íslands- og bikarmeistari. Auk þess hefur hann tekið þátt í 4 landsliðsverkum í strandblaki með U18 og U20 ára landslið Íslands. Þessum árangri má þakka metnaði og seiglu sem hann sýnir á æfingum þar sem hann leggur sig allan fram. Auk þessa er hann virkilega góð fyrirmynd fyrir yngri iðkendur félagsins. Til hamingju. Bryndís Eva Ágústsdóttir, golfklúbbi Akureyrar. Bryndís Eva hefur náð frábærum árangri í golfi síðastliðin ár. Hún hefur unnið 4 Íslandsmeistaratitla á síðustu 3 árum og á liðnu golfsumri vann hún 2 í sínum aldursflokki með því að verða Íslandsmeistari í holukeppni og í höggleik. Auk þess að verða stigameistari og er því handhafi allra stóru einstaklingstitlana í sínum aldursflokki. Hún hefur tekið þátt í landsliðsverkefnum og meðal annars var hún í EM-liði 18 ára og yngri og í stúlknaliði sem keppti á HM í Kanada síðastliðið haust. Bryndís er gríðarlega dugleg, er sterk félagslega, hvetjandi og sönn fyrirmynd yngri iðkenda. Til hamingju. Einar Árni Gíslason, gönguskíði, skíðafélag Akureyrar. Einar Árni hefur síðastliðin ár lagt mikla stund við íþrótt sína, skíðagöngu. Hann hefur sett sér skýr markmið og æft af krafti. Sú vinna og æfingar skiluðu sér bersýnilega í fyrra, þar sem hann meðal annars var valinn í landslið Íslands. Einar býr nú í Lillehammer í Noregi, þar sem hann æfir við góðar aðstæður og keppir orðið nánast hverja helgi. Í fyrstu mótum vetrarins hefur hann stimplað sig vel inn og er klárlega einn af 2 bestu skíðagöngumönnum Íslands. Hann er fyrirmynd innan og utan skíðasportsins og verður afar spennandi að fylgjast með honum í vetur. Og það var móðir hans Sigrún María Bjarnadóttir sem tók hér við verðlaununum. Einar Freyr Halldórsson, knattspyrna, íþróttafélaginu Þór. Einar Freyr sinnir knattspyrnunni af mikilli kostgæfni og hefur alla burði til að ná langt. Þrátt fyrir ungan aldur var hann hluti af meistaraflokki Þórs sem vann B-deildina og mun leika í deild þeirra bestu á komandi leiktíð. Einar var valinn besti ungi leikmaður deildarinnar, hann er jafnframt fastamaður í landsliði síns árgangs og hefur leikið alls 20 leiki fyrir yngri landslið Íslands. Einar hefur vakið athygli erlendra liða og hefur tvívegis farið til æfinga erlendis á árinu. Til hamingju. Elena Sofía Ómarsdóttir, UFA, frjálsar. Elena er spjótkastari sem náði mjög eftirtektarverðum árangri síðastliðið ár þrátt fyrir að verða fyrir því óláni að fótbrotna rétt fyrir utanhúskeppnistímabilið. Hún varð í 6. sæti á Norðurlandamóti 19 ára og yngri og var með sitt besta kast á árinu 44,18 metrar. Hún varð Íslandsmeistari í sínum aldursflokki og í 3. sæti á meistaramóti Íslands. Hún endaði tímabilið með 14. besta árangur á Norðurlöndum í 19 ára og yngri flokki og er á topp 100 í Evrópu. Það tryggði henni skólastyrk hjá hinum sterka Florida State háskóla í Bandaríkjunum þar sem hún hefur nám haustið 2026. Elena er kraftmikill leiðtogi og frábær fyrirmynd fyrir aðra stelpur í íþróttinni. Til hamingju. Jens Bragi Bergþórsson, handknattleikur, knattspyrnufélag Akureyrar.
Jens Bragi er 19 ára handknattleiksmaður í Káa. Hann er metnaðarfullur og þrátt fyrir ungan aldur er hann á sínu 4. ári í meistaraflokk. Hann er gríðarlega duglegur á öllum æfingum og keppnum, hugarfar hans er til fyrirmyndar og er hann einnig mikill liðsmaður og hefur trú á eigin getu. Að auki æfir Jens mikið sjálfur sem hefur skilað honum miklum framförum. Tekur auka styrktaræfingar og skotæfingar sem skila sér sannarlega. Hann er fastamaður í unglingalandsliðum Íslands og var nýlega í verkefni með U20 ára liðinu. Framtíðin er björt og er gaman að fylgjast með honum bæta sig áfram í framtíðinni. Til hamingju. Lilja Maren Jónsdóttir, golf, golfklúbbi Akureyrar. Lilja varð Akureyrarmeistari í sumar og eftir sitt besta tímabil var hún valin í afrekshóp GSÍ fyrir árið 2026. Lilja er mjög áhugasöm, skipulögð og samviskusöm, setur sér há markmið og æfir sig miðað við þau. Hún hefur lagt mikið á sig hvað æfinga varðar og æfir mikið utan æfingatíma. Æfingatíma GA eins og árangurinn gefur til kynna. Lilja er góð fyrirmynd annarra kylfinga GA og sérstaklega yngri iðkenda golfklúbbsins. Til hamingju. Pétur Nikulás Kariglía, körfuknattleikur, íþróttafélagið Þór. Pétur Nikulás er leikstjórnandi af guðsnáð, frábær í að stjórna hraða og flæði leiksins og heldur ró sinni undir pressu. Hann er gríðarlega samviskusamur og passar ekki bara vel upp á sjálfan sig, heldur einnig liðsfélagana. Pétur Nikulás Það er augljóst að Pétur á bjarta framtíð fyrir sér í körfubolta bæði vegna hæfileika sinna og þeirrar vinnusemi og jákvæðni sem einkenna hann. Þrátt fyrir að vera einungis 16 ára gamall er Pétur farinn að spila mikilvægar mínútur fyrir meistaraflokk Þórs og hefur verið í byrjunarliðinu í mörgum leikjum. Til hamingju. Sigfús Fannar Gunnarsson, knattspyrna, íþróttafélaginu Þór. Sigfús Fannar Gunnarsson er 23 ára sóknarmaður í meistaraflokksliði Þórs í knattspyrnu. Sigfús Fannar hefur á undanförnum árum sýnt sig sem einn af efnilegustu og áreiðanlegustu sóknarmönnum íslenska knattspyrnu. Í sumar stóð hann upp úr sem lykilleikmaður Þórs í Lengjudeildinni sem tryggði sér sigur í deildinni, þar sem hann var bæði valinn besti leikmaður deildarinnar og markahæsti leikmaður mótsins með 15 mörk. Sigfús er fyrirmynd fyrir yngri leikmenn félagsins og hefur með framgöngu sinni hvatt þá til að leggja hart að sér og stefna hátt. Hann vinnur af mikilli fagmennsku, sýnir virðingu fyrir liðsfélögum og andstæðingum og er ávallt tilbúinn að leggja sitt af mörkum til að styrkja heildina. Til hamingju. Sonja Líf Kristinsdóttir, Alpagreinar, skíðafélagi Akureyrar. Sonja hefur á undanförnum árum lagt mikið á sig sem keppandi í alpagreinum þar sem hún keppir bæði innanlands og erlendis. Hún æfir nú með skíðaliði NTG Geilo í Noregi þar sem hún einbeitir sér alfarið að æfingum og keppnum á alþjóðlegum vettvangi. Sonja hefur meðal annars keppt fyrir Íslands hönd á HM unglinga og er núverandi Íslandsmeistari í svíi og hefur sýnt mikla framfarir í sínum keppnisgreinum undanfarin misseri. Sonja Líf var valin íþróttakona skíðafélags Akureyrar árið 2025 og það er móðir hennar, Greta Huld, sem tekur hér við viðurkenningunni og við óskum henni og þeim til hamingju. Sædís Heba Guðmundsdóttir, listskautar, skautafélagi Akureyrar. Sædís er einstaklega efnileg íþróttakona sem hefur á undanförnum árum sýnt framúrskarandi árangur á sviði listskauta. Þá hefur hún verið í landsliði Skautasambands Íslands árabil. Sædís keppir reglulega á erlendum mótum fyrir Íslands hönd. Hún er metnaðarfull, samviskusöm og afar einbeitt í æfingum og keppni. Hún sinnir allri sinni þjálfun af fagmennsku og sýnir jafnt ákvörðun sem og þrautseigju í þeim markmiðum sem hún setur sér. Árið 2025 hlaut hún í fyrsta sinn titilinn skautakona ársins sem er mikil viðurkenning á framlagi hennar og getu. Sædís hefur skýr og háleit markmið til framtíðar og ljóst að hún á mikla möguleika að ná enn lengra á alþjóðavettvangi. Og
þetta var faðir hennar Guðmundur Emilsson sem tók við viðurkenningu og óskum ykkur til hamingju. Tóbías Þórarinn Matarell, Langstökk, Ungmennafélagi Akureyrar. Tóbías Þórarinn hefur nú þegar skipað sér á meðal fremstu langstökkvara landsins þrátt fyrir að vera aðeins 16 ára gamall og er ríkjandi Íslandsmeistari karla utanhúss. Það sem segir mest hans árangur er að í lok sumars var hann á topp 55 í heiminum í langstökki í sínum aldursflokk. Tóbías er mjög samviskusamur og þrátt fyrir annarsama dagskrá í skóla og tónlist þá kemur hann alltaf á æfingar. Hann er einnig sterkur leiðtogi og er fyrirliði meistaraflokks UEFA þrátt fyrir að vera bara 16 ára. Hann nýtur mikils traust á meðal þjálfara og iðkenda, traust sem er erfitt að öðlast hjá svona ungum manni. Til hamingju. Veigar Heiðarsson, golfklúbbi Akureyrar. Veigar er karlkylfingur og kylfingur ársins hjá GA. Hann var valinn í afrekshóp karla hjá GSI í haust og er aðeins einn af 4 sem er í karlahóp GSI. Veigar hefur jafnt og þétt bætt sig sem kylfingur en það sást bersýnilega á hans fyrsta ári í karlaflokki GSI mótaræðarinnar þar sem hápunktur sumarsins var í Íslandsmótinu í höggleik þar sem hann hafnaði í 3. sætinu. Hann er á sínu fyrsta ári við East Tennessee háskólann í Bandaríkjunum og stundar æfingar og keppni með golfliði þeirra samhliða náminu en lið þeirra er í fyrstu deild í háskólagolfinu. Hann var valinn til þess að keppa með liðið sínu í öllum mótum sem þeir kepptu í haust og það eitt og sér er góður árangur á fyrsta ári. Og það er móðir hans, Guðríður, sem tekur hér við viðurkenninguna og óskum til hamingju. Þá er það komið. Takk ykkur fyrir, kærlega. Þá fer nú að draga til tíðinda. Því það er nú komið að stóru stundinni, því að við ætlum að fara að vinda okkur í það að kunngera hverjir það eru sem hlotnast sú viðurkenning að vera íþróttakona og íþróttakarl Akureyrar árið 2025. Við tökum myndir hérna af verðlaunahöfunum upp á sviði hjá fánunum, þannig að það sé sagt. Nú, líkt og allir hér ættu að vera farnir að þekkja, þá er ferlið í tengslu við íþróttamann Akureyrar þannig að stjórn afrekssjóðs velur 10 efstu einstaklingana á hvoru kyni úr hópi þeirra sem eru tilnefndir af aðildarfélögum IBA og það er kosið á milli þeirra. Þeir sem hafa kosningarétt eru stjórn og framkvæmdastjóri IBA, fræðslu- og lýðheilsuráð, forstöðumaður íþróttamála hjá Akureybæ, starfsmaður ISI á Akureyri og þeir fjölmiðlar sem fjalla íþróttir á Akureyri. Kosningin fer svo þannig fram að 10 efstu af hvoru kyni fá stig frá hverjum kjósanda. Stigagjöfin er með þekktri útfærslu þar sem 12 stig fást fyrir efsta sætið, 10 stig fyrir annað sætið, þá 8 og síðan koll af kolli 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Ég ætla að þakka hér stuðningsaðilum hátíðarinnar kærlega fyrir þeirra framlag. Það skiptir máli að fá góðan stuðning og ég er sannfærður að hann skila sér margfalt tilbaka. Verðlaunin hér á þessari hátíð eru einfaldlega stórglæsileg, en þessir stuðningsaðilar eru Akureybær, Blómabúð Akureyrar, Höldur bílaleiga Akureyrar, Bryggjan bútík hótel á Akureyri, Íþróttabandalag Akureyrar, Live Track, Kjarnafæði Norðlenska, Röpp 23, Skógaböðin, Sportís, Strikið og World Class. Við ætlum að byrja á því að spila hér stutta kynningu á 10 efstu sem voru tilnefndir og ég hygg að við séum að byrja á 10 efstu körlunum. Gjörðu svo vel. 10 efstu tilnefningar til Íþróttakarls Akureyrar 2025 eru Alex Cambray Orrason hjá KA fyrir kraftlyftingar, Baldvin Þór Magnússon hjá UEFA fyrir hlaup, millivegalengdir og götuhlaup,
Bjarni Ófeigur Valdimarsson hjá KA fyrir handbolta. Einar Árni Gíslason hjá skíðafélagi Akureyrar fyrir skíðagöngu. Hallgrímur Mar Steingrímsson hjá KA fyrir knattspyrnu. Sigfús Fannar Gunnarsson hjá Þór fyrir knattspyrnu. Sólon Sverrisson hjá KA fyrir fimleika. Unnar Hafberg Rúnarsson hjá skautafélagi Akureyrar fyrir íshokkí. Veigar Heiðarsson hjá golfklúbbi Akureyrar fyrir golf. Þorbergur Ingi Jónsson hjá ÖFA fyrir utanvegahlaup. Þetta svo sem ekkert flókið. Næst förum við í að skoða hvaða 10 íþróttakonur eru tilnefndar og auðvitað væri náttúrulega gaman ef að mögulegt að hækki tónlistinu undir, svona pínu stemningstónlist. En gjörðu þið svo vel. 10 efstu tilnefningar til íþróttakonu Akureyrar 2025 eru Andrea Ýr Ásmundsdóttir hjá golfklúbbi Akureyrar fyrir golf. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir hjá KA Þór fyrir handknattleik. Drífa Hrund Ríkharðsdóttir hjá KA fyrir kraftlyftingar. Emma Karolína Snæbjarnadóttir hjá Þór fyrir körfuknattleik. Hafdís Sigurðardóttir hjá hjólreiðafélagi Akureyrar fyrir hjólreiðar. Hulda Björg Hannesdóttir hjá Þór KA fyrir knattspyrnu. Júlia Bonnet Carreras hjá KA fyrir blak. Sædís Heba Guðmundsdóttir hjá skautafélagi Akureyrar fyrir listskauta.
Sandra María Jessen, Þór Káa fyrir knattspyrnu. Stefania Daney Guðmundsdóttir hjá ÖFA fyrir langstökk. Ég ætla að biðja Ásthildi Sturludóttur, bæjarstjóra, Helgu Björk Ingvadóttur, framkvæmdastjóra IBA og formann IBA Jónu Jónsdóttur að koma hér upp. Það er ætla að veita verðlaunin. Og við ætlum að byrja á því að fá alla sem að voru hér kynntir á topp 10, karla og kvenna, til að koma hér upp og taka á móti sér hönnuðum verðlaunapening frá Ísbor sem Íþróttabandalag Akureyrar gefur og bíða síðan við fánan hér fyrir hópmyndatöku þegar allir 20 hafa fengið viðurkenninguna. Þannig að þið megið bara koma, gjörðu svo vel. Hvað segir ljósmyndarinn? Er þetta bara að þjappa hópnum og brosa? Það er svona óþægileg þögn. Ekki að gefa þeim gott klapp, glæsilegt. Þið megið síðan bara fara í sætin ykkar. Gjörðu svo vel. Nú, við byrjum á 5. sæti karla og ég bið viðkomandi íþróttamann að ganga hér upp þegar lesturinn hefst og síðan þegar hver og einn hefur tekið við verðlaunum biðjum við viðkomandi að fara hér svo aftur á fánanum þannig að Axel geti smellt mynd og að því loknu að þá má bara ganga aftur til sætis. Verðlaun fyrir 5. sætið eru 200.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómavöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf fyrir 2 í skógabúðin, hleðsla frá MS og 6 mánaða aðgangur að LiveTrack appinu. Nú 5. sæti karla, Bjarni Ófeigur Valdimarsson, handknattleikur KA. Bjarni er 27 ára gamall leikmaður KA í handbolta. Bjarni hefur leikið nær óaðfinnanlega í gula búningnum í upphafi keppnistímabilsins og er markahæsti
leikmaður deildarinnar með 120 mörk í fyrstu 13 leikjum tímabilsins. Bjarni gríðarlega mikilvægur hluti af sterku KA-liði sem meðal annars á leið í bikarúrslitahelgi HSÍ. Bjarni var á dögunum valinn í 35 mánaða æfingahóp íslenska landsliðsins fyrir EM sem nú fer fram. Gefum honum gott klapp. Þá það 5. sæti kvenna, Andrea Ýr Ásmundsdóttir, Golfklúbbi Akureyrar. Andrea Ýr kvenkylfingur GA 2025. Á árinu hafnaði Andrea í 15. sæti í Íslandsmótinu í höggleik og í 3. sæti á Íslandsmótinu í holukeppni, en árangur hennar þar skilaði henni sæti í landsliðinu í sumar sem meðal annars keppti á EM í efstu deild. Andrea fór fyrir liðinu á mótinu og vann alla sína leiki, en liðið endaði í 4. sæti og var hársbreidd frá því að komast í úrslitaleikin, og það Heiðar Davíð, þjálfarinn hennar, sem tekur hér við verðlaununum. Gefum henni gott klapp. Þá förum við í 4. sæti karla, en verðlaun fyrir 4. sætið eru 200.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, gjafabréf fyrir 2 í skógarbúðin, hleðsla frá MS og 6 mánaða aðgangur að LiveTrack-appinu. 4. sæti karla, Unnar Hafberg Rúnarsson, íshokkí, Skautafélag Akureyrar. Unnar var lykilleikmaður í liði SA Víkinga sem urðu deildar- og Íslandsmeistarar á síðasta tímabili. Þá var hann meðal markahæstu leikmanna SA Víkinga í deildarkeppninni og var stiga- og markahæsti leikmaður úrslitakeppninnar með 7 stig og 15 mörk í 4 leikjum. Unnar átti einnig stórgott ár með landsliði Íslands sem var í öðru sæti á HM í deild 2B í Nýja-Sjálandi, en þar var hann stigahæsti leikmaður Íslands með 6 mörk og 4 stoðsendingar og var í 5. sæti við stigahæstu leikmenn mótsins. Unnar var valinn íshokkímaður ársins á Íslandi árið 2025 af Íshokkísambandi Íslands. Jafnframt hann íshokkímaður ársins hjá íshokkídeild Skautafélags Akureyrar og íþróttakarl Skautafélagsins 2025. Til hamingju. Þá það 4. sæti kvenna, Stefania Daney Guðmundsdóttir, Ungmennafélagi Akureyrar. Þetta líka mér, alvöru lætið, það meira gaman. Stefania Daney frjálsíþróttakona UEFA 2025. Hún afrekskona í langstökki og margfaldur Norðurlandameistari í frjálsum og hefur komist á öll Evrópumeistaramót og heimsmeistaramót í frjálsíþróttakeppni fatlaðra síðustu 8 ár. Það mikill heiður fyrir íþróttalíf á Akureyri að eiga þessa stjörnu innan sinna raða sem keppir á Evrópu- og heimsmeistaramótum á hverju ári. Til hamingju. Þá það 3. sæti og verðlaun fyrir 3. sætið eru 250.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar. Eignabikar gefinn af Höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, 30.000 króna gjafabréf frá Sportís, mánaðarkort í skógarbúðin, mánaðarkort í Völdklass, hleðsla frá MS og 6 mánaða aðgangur að LiveTrack-appinu. 3. sæti karla, Alex Kambrey Orrason, kraftlyftingar KA. Alex Kambrey hefur átt gríðarlega gott ár í sinni íþrótt kraftlyftingum og haldið þar með áfram að byggja ofan á árangur síðasta ára. Hann sló 3 Íslandsmet á árinu og var Íslandsmeistari óháð þyngdarflokki 4. árið í röð. Hann toppaði svo árið með því að ná silfri í hnébeygju á Evrópumeistaramótinu í Tékklandi í maí, þar sem hann keppti í -93 kg flokki. Alex lýkur árinu sem 13. öflugasti lyftari ársins á heimslista Alþjóða kraftlyftingasambandsins IPF, sem bæting frá fyrra ári. Einnig varð hann í 8. sæti á styrkleikarlista Evrópska lyftingasambandsins EPF. Til hamingju.
Þriðja sæti kvenna, Hafdís Sigurðardóttir, Hjólreiðafélag Akureyrar. Hafdís Sigurðardóttir var valin hjólreiðakona ársins hjá Hjólreiðasambandi Íslands. Hún hefur á þessu keppnisári sýnt einstakan árangur og staðfest stöðu sína sem einn fremsti fulltrúi íþróttarinnar. Hafdís sýndi mikla fjölhæfni á árinu en hún keppti í 4 tegundum hjólreiða, götuhjólreiðum, tímatökum, malar- og fjallahjólreiðum og er ávallt í fremstu víglunni í innlendum bikar- og Íslandsmeistaramótum. Meðal helstu afreka hennar á árinu var 3. sæti í tímatöku á smáþjóðaleikunum í Andorra, en þar voru jafnframt fyrstu verðlaun hennar á stórmóti á erlendri grundu og fyrstu verðlaun Íslands í tímatöku á smáþjóðaleikum. Þá var hún í 9. sæti í götuhjólreiðum á sama móti og þá er hún Íslandsmeistari og bikarmeistari í tímatöku, Íslandsmeistari í gravel malarhjólreiðum og sigraði Súlur Vertikal 150 km keppnina í sumar. Og það er móðir hennar Þórdís Rósa sem tekur hér fyrir verðlaunum því að hún er að sjálfsögðu við æfingar. Til hamingju. Þá magnast spennan og við erum að fara í annað sætið og verðlaun þar eru 350.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, eignabikar gefin á höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, 30.000 króna gjafabréf frá Sportís, 2 mánaðakort í skógabúðin, hleðsla frá MS, 6 mánaða aðgangur að LiveTrack appinu, mánaðakort í Völdklass, 10.000 króna gjafabréf frá Strikinu og gjafabréf í gistingu fyrir 2 frá Bryggjunni Boutique Hóteli. Annað sæti karla, Hallgrímur Mar Steingrímsson, knattspyrna, knattspyrnufélagi Akureyrar. Hallgrímur Mar átti mjög gott tímabil með KA og var valinn besti leikmaður liðsins. Hann fór fyrir markaskorun félagsins og var markahæstur liðsins með 16 mörk í sumar. Hann skoraði 13 í bestu deildinni, 2 í UEFA sambandsdeildinni og 1 í mjólkurbikarnum. Frammistaða Hallgríms skipti sköpum að liðið náði að snúa á taflinu við í sumar og endaði tímabilið ágætlega. Hann var í liði ársins í bestu deildinni á flestum miðlum. Hallgrímur sýndi einnig hversu öflugur leikmaður hann er í Evrópuleikjunum gegn Silkeborg EF þar sem var meðal bestu manna í einvíginu. Hallgrímur Mar er bæði leikjahæsti og markahæsti knattspyrnuleikmaður í sögu félagsins og þá var Hallgrímur valinn íþróttakarl KA árið 2025. Til hamingju. Annað sæti kvenna, Julia Bonet Carreras, Black KA. Julia átti frábært tímabil með meistaraflokki í blaki og er mikilvægur leikmaður fyrir KA. Hún spilar stöðu kantsmassara og var stigahæsti leikmaðurinn á síðasta tímabili ásamt því að vera besti uppgjafurinn. Hún var í liði ársins í úrvalsdeild hjá Blaksambandinu ásamt því að vera valinn besti erlendi leikmaðurinn í deildinni. Kvennalið KA í blakinu er handhafi allra stóru titlana í blaki þetta árið og vann einnig keppni meistarana í upphafi tímabils. Í upphafi árs var Julia valinn íþróttakona KA fyrir árið 2025. Innilega til hamingju. Nú þá er aðeins eftir að kynna hverjir eru íþróttakarl og íþróttakona og ef ég man rétt að þá viljum við fá einhverja myndir hérna í lokin, er það ekki? Þannig að þeir sem hafi unnið hér til verðlauna, það væri gaman örugglega að fá okkur hér á svið og annars skulum við nú bara vinda okkur í þetta. Verðlaun fyrir fyrsta sætið eru glæsileg. 500.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, farand og eignabikar gefnir af höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, 30.000 króna gjafabréf frá Sportís, 3 mánaðakort í skógabúðin, 6 mánaða aðgangur að LiveTrack appinu, mánaðarkort í Völdklass, heiðarlambalæri og nautalund frá Kjarnafæði Norðlenska, ómakei 6 rétta veisla fyrir 2 frá Röpp 23 og gjafabréf í gistingu fyrir 2 frá Bryggjunni Boutique Hóteli. Íþróttakarl Akureyrar 2025, Baldvin Þór Magnússon, ÖFA.
Baldvin er einn allra sterkasti millivegalengda og langhlaupari sem Ísland hefur átt. Hann hefur náð framúrskarandi árangri á undanförnum árum í hlaupum frá 1500 metrum upp í 10 km hlaup. Hann á sem stendur 17 virk Íslandsmet, 6 í yngri aldursflokkum og 11 í flokki fullorðina. Á árinu sett hann Íslandsmet í 1500 metrum innanhús, 3:39:67, Íslandsmet í 3000 metrum innanhús, 7:39:94, Íslandsmet í 10 km götulaupi, 28:37, Norðurlandameistari í 3000 metrum innanhús, Íslandsmeistari í 1500 utanhús og þá sigraði hann í 10 km Reykjavíkurmaraþoni á nýju brautametti. Til hamingju. Íþróttakona Akureyrar 2025 er Sandra María Jessen, Þór K.A. knattspyrna. Sandra María var lykilleikmaður í liði Þórs K.A. í bestu deildinni, fyrirliði liðsins og leiddi liðið í markaskorun ásamt því að hvetja liðsfélagana áfram í harðri og erfiðri baráttu. Hún sýndi ítrekað hve mikilvæg hún var liði sínu og í raun ein allra besta knattspyrnukona sem spilaði í bestu deildinni á árinu. Það sem viðmiðið var frábær frammistaða árið á undan. Sandra María spilaði 21 leik samtals fyrir Þór K.A. í Íslandsmóti, bikarkeppni og deildarbikar á árinu 2025 og skoraði 17 mörk. Þar af voru 14 leikir og 10 mörk í bestu deildinni. Sandra María spilaði 12 landsleiki á árinu. Þar af var hún í byrjunarliðinu í 8 leikjum. Hún náði þeim áfanga á árinu að spila sinn 50. landsleik fyrir Íslands hönd. Hún hefur verið fastamanneskja í íslenska landsliðinu sem meðal annars spilaði á lokamóti EM í sumar. Þá var Sandra María ein af bestu leikmönnum Íslands, vakti athygli og var eftirsótt hjá erlendu liðum nýorðin 30. Fór svo að þýska úrvalsdeildarfélagið FC Köln, keypti upp samning hennar við Þór K.A. og samdi við hana til 2 ára. Og það var móðir hennar Jóhanna Jessen sem tók hér við verðlaununum. Og ég þakka fyrir mig og óska öllum verðlaunahöfum innilega til hamingju. Takk fyrir.